Komið sæl og verið velkomin í enska málfræði með Ödda. Að þessu sinni það þolmynd eða the passive voice. Áður en ég fer að útskýra þolmynd eiginlega, að þá vil ég vekja athygli á að það eru til þessar tvær myndir, annars vegar þolmynd sem passive voice og líka the active voice sem þá germynd. Til þess að skilja þolmynd þá þurfum við líka að skilja germyndina. Hér sjáum við tvö dæmi. Kötturinn heldur á skilti sem stendur á The mouse was eaten by the cat. Þar sem að músin fórnarlambið eða þolandinn og hún í aðalhlutverki og þess vegna þetta þolmynd. The mouse ate the cat germynd, músin borðaði köttinn, þannig að þarna það gerandinn sem músin sem aðalatrið. Þetta lykilatrið í að skilja munin á þolmynd og germynd. Þolmynd ekkert sér enskt fyrirbæri. Þolmynd notuð bæði í ensku og íslensku. Hún spegilmynd germyndar. Í þolmynd þolandi aðgerðar í aðalhlutverki. Dæmi, bílnum mínum var stolið af einhverjum öðrum. Þannig að bíllinn í rauninni þolandinn í þessu tilfelli. Í germynd gerandi aðgerðar í aðalhlutverki. Dæmi, einhver stal bílnum mínum. Þannig að gerandinn eða sá sem stal bílnum sem í aðalhlutverki. En af hverju notum við þolmynd? Hún notuð til að veita sérstaka athygli þeim sem aðgerð hefur áhrif á. Eins og við sjáum á myndinni þarna sem maðurinn strengjabrúða konunnar. The man is controlled by his wife. Honum stjórnað af konunni. Konan stjórnandinn, hún gerandinn, en maðurinn þolandinn. Skemmtileg mynd. En hvernig myndum við þá þolmynd í ensku? Við notum vanalega sagnirnar to be eða to get. Að auki bætum við sem sagt þriðju mynd aðalsagnarinnar. Dæmi. The two boys were invited. Þannig notum við sagnirna to be sem það were, og invited þriðja mynd sagnarinnar invite. Annað dæmi, the car got stolen, þannig notum við get í þátíð og þriðja mynd af sagninni to steal, sem þá stolen. Þolmynd myndast í mismunandi tíðum og hér sjáum við dæmi þetta. Í einfaldri nútíð segjum við she is invited to the party. Í einfaldri þátíð þá segjum við she was invited to the party. Present perfect eða núliðin tíð, she has been invited to the party, henni hefur verið boðið. Þáliðin tíð, she had been invited, henni hafði verið boðið í partíið. Og í framtíð þá myndum við nota will, she will be invited to the party, henni mun verða boðið. Þá komið að hennum stórskemmtilega lið the bottom line. Þolmynd notuð til að veita sérstaka athygli þeim sem aðgerð hefur áhrif á. En germynd notuð til að veita sérstaklega athygli þeim sem framkvæmir aðgerðina. Greinilegu munur sem við þurfum að hafa á hreinu. Takk fyrir að vera með okkur hér í ensku með Ödda. Þangað til næst.